Nein, velkomin í aðalbyggissalinn okkar í Rækís. Það svo mikil fólki í dag. Smá ólíkismál flóttaleið. Eitt flóttaleið þarna og annars... Ég skal til að visa rafverksmenn hvað þetta sko. Flóttaleið vent og svo átt út sko. Så þetta gemütliga ställa först och så kan man kaffe med keks och så där klockan 9. Ekki? Já, góðan daginn og gleðilegt ár og velkomin hérna á fyrsta Böngrunarfélags Íslands. Við erum með þetta hefðbundnu sniði eins og venjulega, svokallaðan janúarfund. Guðmundur Gunnarsson hjá Inspection-M, fyrirverandi fagstjóri eldvarnasviðs, mun koma og fjalla taka saman tölfræði síðasta árs. Og svo þegar hann búinn þá tökum við fyrir bruna ársins og þar erum við með Ólaf Stefánsson frá Slökkviliði Akureyrar sem ætlar að fjalla stærstu bruna ársins, þannig að okkur veitir því ekkert að tíma núna, þannig að ég segi bara orðið laust og segi bara hér Guðmundur. Takk. Komið og sæl, blessuð. Nú, þetta verður svona með hefðbundnu sniði hjá okkur. Að öðru leyti því að ég setti þarna nýja starfsheiti við hérna. Eins og það var kynnt þarna í hérna fréttablaðinu. Ekki fréttablaðinu, heldur fundarbúðinu. Sent fyrirverandi yfirverkfræðingur Mannréttindastofnunar. Og þetta svona, þessi samantekt svona eitt af því sem að ég var eða svona þurfti að klára áður en að það myndi endanlega hætta. Og ég var að velta fyrir hvort ég ætti að skrifa þarna fyrir aftan sem TR, Tryggingastofnunar, maður eða eitthvað svoleiðis. En mér fannst eitt betur eins að þetta var svoleiðis í fundarbúðinu. En í fyrra þá var árið svona, nokkuð með þetta að segja hefðbundið, manntjónin hjá okkur voru svona 1 eða 2, það fer svolítið eftir í hvernig þetta er talið. Og eignatjónin urðu aðeins undir meðaltali síðustu ára sem betur fer, en það var töluvert mikið af svona allstórum tjónum í fyrra. Svona í kringum 100 milljónir eða svona sitt hvorum megin við 100 milljónir og síðan talsvert stærra tjón þess sem að Ólafur fer í hérna á eftir. Og í fyrra voru líka eins og öll síðustu árin margir svona mjög áhugaverðir brunar. Við fengum bruna í vindmyllum sem var tiltölulega stór. Það heldur áfram að brenna í okkur heitupottarnir og við fengum held ég 2 slíka og annar heitupotturinn tók sumarbústaði með sér og við erum búin að ræða við svona bæði innflytjendur og fleiri af þessum heitupottum af hverju ósköpunum þeir eru að brenna. Mönnum finnst ekkert svona að einhver svona plastpottur með heitu vatni sé mikil eldhætta. En ef þið kaupið það á 110 volta potta á eBay eða litið á inn og með kannski 1500 watta elementi og keyrið það svo upp í 5-6 kW á þess að breyta stjórnbúnaðinum, þá fer þetta yfirleitt svona frekar illa. Þannig ég reikna með að fyrir þetta ár, 2018, þá verði þessi heitupottar áfram á dagskrá. Og við fengum bruna í eldhúsháfum eins og venjulega. Við fengum útkall í stafrænan eld. Það er ekki bara svona stafræn bitcoin og allt þetta dót. Nú fann að koma útkall í stafræna elda. Sem ég held að sé fyrst skipt sem við fáum hérna slíkt. Svo fengum við náttúrulega nokkra bruna í undirildri verksmiðju. Þannig að tala ekki um hvaða verksmiðja það er. Síðan fengum við bruna í rafrettu. Þær eru alveg skaðlausar, eða
alveg náttúrulega skaðlausir eins og maður þekkja og engin eldhætta af þeim miðað við venjulega sígaretturnar, en samt fengum við bruna út frá rafrettu. Og svo fengum við náttúrulega marga bruna sem voru flokkaðir óþekkt eða óþekkir. Þannig að þetta var svona margt svona mjög hefðbundið ár. Þetta var stærsta tjónið okkar, Ólafur kemur með það meira. Þetta sem við sjáum svona klassískt útlit eftir stórbruna. Og svo mjög skemmtileg tölfræði þegar að menn eru með mjög fáar tölur. Þá svo óskaplega gaman að reikna að það brunnu og eyðilagðist 20% af öllum vindmyllum á Íslandi í bruna. Og ég efast að nokkuð tryggingafélag skoði að tryggja einhver áhættu sem með 20% hættu og það í forgrunn nema það iðgjaldi sé dálítið ríflegt. En mér fannst til að við værum með 5 vindmyllur á landinu og það fór einn þeirra. Og hefur ekki komin upp neitt ennþá vindmylla í staðinn fyrir hana. Síðan þarna myndir á nokkrum af þessum stóru brunum okkar. Og þessi í miðjunni það sá sem að við komum með sem Ólafur kemur með. Hérna bruni sem átti sér stað í Skjóli nætur. Þetta vestur á Ísafirði og svona í raun og má segja svona skemmtileg mynd svona hvernig hún getur orðið brann í góðu veðri og þetta eitt af stóru tjónunum okkar í fyrra þótt að það sé svolítið svona erfitt að koma saman heildartölunni fyrir tjónið að þarna brunnu hús hjá AG á Ísafirði og það sem brann voru nú þessar 3 skemmur þarna, þessar litlu sem hérna næst og húsi sem að slökkviliðið lagði mikla áherslu á að verja. Það þetta stóra rauða hús sem þarna upp í horninu og tókst ágætlega. Það var hægt að horfa á þennan bruna í vefmyndavél. Þetta svona bara einn klippa út úr því. Þær eru orðnar ansi skemmtilegar, þessar vefmyndavélar sérstaklega sem eru alltaf að senda út. Ef maður hrekkar að svona bruna þá oft hægt að sitja heima og horfa á hann. Og þessi bruni, þessi vél þarna hjá Orkuveitinu á Ísafirði og var sem þetta brann í beinni. Ég held að fyrsta hús sem hafi brunnið í beinni hafi verið gúmmívinnustofan. Það var svona screensaverinn eða hvað sem þetta heitir hjá Stöð 2 alltaf milli dagskrárlið að tengja út af myndavél sem stóð bara út í glugga hjá þeim og horfði yfir gúmmívinnustofuna þegar hún brann og það sjónvarpsefni endist alveg frá miðvikudegi fram á sunnudag. En þetta svona þessir stóru brunnar okkar. Svo erum við með í raun og veru þessi með rauða hjálmi fékk á sig sjóðandi matarolíu og eyðilagði gallann hjá honum. Þarna kviknar í útsogi frá eldhúsi og eins og þið sjáið á fyrir ykkur sem eru í hönnunardeildinni að það sjáið að röri það endar bara dálítið þarna fyrir neðan og endinn á rörinu var fullur af olíu. Það var ekkert niðurfall á henni eða neitt svoleiðis. Þetta var svona bara eins og sandfang á góðu niðurfalli. Fullt af sjóðandi olíu og þarna brenndist einn slökkviliðsmaður aðeins en gallinn hans fór frekar illa. Nú, hérna uppi bruninn á ég kalla þetta alltaf náttúrulega hótelið en heitir einhver öðru nafni sem brann þarna upp á þakinu. Akkurat þegar að var slökkviliðs á hótelinu og ég ætlaði nú að vera þeim fundi en ég var alltaf upp á þaki þennan dag að skoða þennan bruna
það urðu 2 brunnar á hótelinu þennan sama dag með svona cirka 3 tíma millibili. Fyrst niður í eldhúsi, út frá pizzaofni og ég hefði getað sett þarna í svona skemmtilega bruna sem líka pizzaofnar, það fóru 2 rétt í fyrra og eftir að það var búið að slökkva eldi niður í eldhúsinu sem var svo sem ekkert mjög stór og stafaði í raun og veru af því að einhverjum hugkvæmst að einangra rör þar sem er verið að kynda með spýtum með svona plasteinangrun, svona algjörlega óbrennanlegri svona Armstrong gúmmíeinangrun og einangrun vissi ekki af því þannig hún það kviknaði inn af því að þetta lá alveg upp að rörinu og þetta rör lá upp frá pizzaofninu lá upp í gegnum 3 hæðir og upp í blásaraklefa sem þarna er og en sem fer upp í gegnum þætti og þar var blásari en í þessum klefa var útsogið frá eldhúsinu þarna á Lottlögu. Það er svona stokkur svona þetta breiður og 4-5 metra langur og efst uppi þarna þar er bara blásari sem að sogar út og sem sogar upp í gegnum þennan stóra stokk og blæsa út á þakið og svona 5 metri eftir þakinu þar var allt sem löðrandi í fytt og þar brennur þetta náttúrulega þegar það kviknar í þennan blásaranum en það voru engin önnur tengsl á milli pizzu útsogsins og þessa blásara en af einhverjum ástæðum þá fór þessi og kóaði með 3 tímum seinna og þetta var mjög svona athyglisverður bruni. Hérna er þessi stafræni eldur, slökkviliðarnir fékk útkall í eld og þegar þeir kom á staðinn þá var þetta svona hægt að kaupa svona mjög umhverfisvæna kamínur í dag. Þetta er einu kamínur sem ekki þurfa tengist við stromp. Ef þeir eru með svona hvort sem það er gasi eða etanólarnar þá þurfa þeir tengingu við stromp. En þessir sjónvarpseldar þeir þurfa ekki stromp. Frekar en ég geti horft á þetta í sjónvarpinu líka. En slökkvilið fékk útkall í eitt svona bruna. Hérna er síðan afleiðingar af einum heitabottinum. Þannig þetta var svona ýmiss konar skemmtilegheit sem þarna voru í gangi. Þetta er bara þessi klassíska mynd okkar sem að við höfum verið með hérna líklega síðan 91. Ég held að við séum búin að vera með svona samantekt alveg frá því að félagið byrjaði 91. En ég bætti þarna við svona til upplýsingar sem 10 árum þarna lengra aftur í tíman og þá sjáum við í raun og veru að þetta ár sem við höfum venjulega verið að tala 79 sem mjög slæmt ár, það hefur bara verið venjulegt ár á þessum tíma. Að 69 þá farast 11 manns í brunum og 1970 þá farast 10 og þetta eru tölur sem við höfum ekki sem betur upplifað eftir þetta. Þessi rauðu sem ég sjáum hérna á árið 1968 það voru 4 brunnar í skipum á þessum tíma sem fóru með 9 manns og brunni hérna 1970 er 73. Þetta er hérna þegar hann brann inni forsætisráðherrann okkar og fjölskylda. Var það ekki 70? Það passar. Var ég? Jó. Ég hef bara eitthvað hérna, hann hefur hlaupið draugurétt og fært þetta til á milli ára. En það ár var mjög slæmt í brunum. Allavega manni að það var 10. júlí. Það er sami dagur og Hótel Valhöll bara, sem var þar við hliðina. En í fyrra erum
erum við með svona 1 til 2. Það fórst maður hérna inn á Laugarnesvegi og svo 1 austur á Héraði og það svona ekki alveg komið á hreint hvernig hann verður talinn með. En ég með hann þarna inn í þessu og á þessum tíma þá erum við með 8 ár án banaslysa. Fyrsta árið var 84 og við sjáum að við erum hann alltaf með svona nokkur ár. Það var svona mest hérna í kreppunni sem við sluppum við þetta. Þetta síðan líka mynd sem við höfum verið með og við sjáum svona hverjir að farast í brunum og svona meðalaldurinn á þeim. Þetta eru aðalega kallar, 80% af þeim sem að farast og stærsti hópurinn hann er 50 til 59 ára og það sem hefur verið að ske svona síðustu árin, það er það að það er verið að koma meira inn þarna fólk á milli 70 og 79 ára og sérstaklega hafa kallarnir þar verið að ná konunum á þessum aldri. Og síðan er hægt að skoða í raun og veru á þessari mynd hérna áhættuna við það að farast í brunum. Það má kannski aðeins horfa fram hjá þessari tölu og líka taka þetta með ákveðnu fyrirvara því þetta náttúrulega allt saman svo fáar tölur en áhættan við það að farast í bruna hún svona nokkurn veginn tvöfaldast þegar að 50-aldrinum er náð og heldur sér síðan nokkuð uppi eftir það en þetta er alveg samskonar tölur eins og maður sér erlendis frá að svona einhverstaðar á milli 50 og 60 ára þá fer áhættan svona mikið upp. Og þetta er síðan líka myndir sem við höfum séð áður en eitt sem hefur verið að gerast svona síðustu árin það er það að helgin er að færast fram. Hérna áður fyrir var þetta laugardagur og sunnudagur sem voru vestir en helgin er að færast hérna framar í vikunum. Nú eru föstudagarnir orðnir hæstir og fimmtudagur og laugardagur orðnir stærstir. Áður voru þessar 2 línur alltaf lang efstar og þessi slys sem hafa verið núna upp á síðkasti hafa mjög mörg verið á fimmtudegi og föstudegi og síðan hefur verið aðeins að fyllast í hérna, það var mikill slakki hérna yfir hásumarið og þar hefur verið að fyllast aðeins í en janúar sem hefur verið versti mánuðurinn og ennþá það hefur ekkert bæst í hann svona í töluverðan tíma en þetta er svona bara alveg klassískar tölur og þetta er eitt af sem hefur verið að skerpast meira þar sem að það er náttúrulega langsamlega mest í íbúðarhúsum og þetta er sá hópur sem að svona við sjáum er að hækka. Það er ekkert orðið hreyfingar á hinum 3 mjög lengi en í þessum íbúðum aldraðra og hjúkrunarheimilum og slíkum stöðum þar höfum við verið að sjá töluvert af bæði banaslysum og svona næstum því banaslysum en hérna til vinstri þá sjáum við öll þessi slys sem voru á hinni myndinni nema þar erum við búin að taka út þessi slys sem hérna í ferðavögnunum að þar hafa verið síðust árin svolítið af banaslysum og við höfum verið að setja svona reglur hjólhýsi og svona öryggismál í kringu þau kannski aðalega vegna þess að það er enginn annar að gera þetta og við höfum verið að vinna svolítið með samtökum
man aldrei hvað það heita, þessi landssamtök þeirra sem er á ferðavögnunum. Og mest af þessu út frá gasi og síðan höfum við séð töluvert af bæði banaslysum og svo brunaslysum í þessum ferðavögnum þar sem að menn eru svona sjálfir að bjarga sér með gasbúnaði, sem kannski ekki alveg nógu gott og þegar að menn að nota það sem gekk á garðslöngunni í gasið eins og í einu af þessum slysum að það ekki alveg nógu gott eða menn taka bút af einhverju lofslöngu af verkstæðinu og nota þetta undir gas. Við erum búin að sjá margs konar svona slöngur í þessu og einn ísskápur sem var dálítið heitt á fyrir 2-3 mánuðum síðan, hann var með svona garðslöngu og hún var svona svört að innan eins og venjulega garðslöngurnar og svart svona plast eða gúmi hlýtur að vera alveg nákvæmlega eins og eitthvað annað svart svona plast og gúmi. Hann var mjög hissaði þessi eigandi að þetta skildi ekki vera í lagi að það var að taka slönguna í raun og veru bara og mylja hana eftir þann bruna. Nú, þetta svo held ég þetta sú mynd sem mér finnst alltaf svona athyglisverðust. Ég búinn að bæta hana líka við þarna 10 árum lengra tilbaka til þess að skoða hvernig þróunin og við sjáum að þetta mjög óbankalegar línur því að það er líka allar niður á við og við sjáum hérna að þetta bara fjöldi slysana sem eru þessar heildarfjöldin og bláa síðan miðað við bara hverja 100.000 íbúa og 68 þá toppurinn á þessu og þá næst í 55 á hverja 100.000 íbúa sem að farast í slysum hérna. Meðaltalið hvað maður að segja 22,5 á 100.000 íbúa. Það að segja að meðaltalið á þessu tímabili hefur verið 78 manns á ári. Í fyrra eru þau líklegast 26 eða 7 og það sem heldur alveg hreint uppi núna þessum heildartölum það eru umferðarslysin. Það verið 16 í fyrra og svo sjáum við í raun og veru þegar að þessar heildarslysakúrfurnar eru komnar niður hvað hlutfallið af þeim sem farast í brunum miðað við alla hvað það í raun og veru farið að verða svona hærri toppar hérna síðustu árin vegna þess að banaslysin hafa verið svona tiltölulega stöðu svona 1-2 á ári en hinn manntjónin eru að koma svona niður og meðaltalið sem að banaslysin í brununum eru 4,4 og ef við værum með í dag samskonar slysatíðni eins og við vorum með það 68 það eru margir sem horfa með einhverju óskaplega glý á það ár eða það 69 eða 68, ég mann ekki hvort heldur að miðað við slysatíðnina þá hefði farist í fyrra 188 manns þannig allar þessar slysavarnir sem að gera og þessi bara öryggismál sem að vera alltaf að reyna svona skrúa betur upp að þetta að skila okkur verulegum árangri og það mjög auðvelt að sýna fram á það með þessu að þetta alltaf nokkrir tugir manna sem að má segja farast ekki í slysum miðað við hvernig þetta var hérna áður fyrr. Við erum með þennan topp hérna sem snjóflóðið fyrir vestan en við sjáum að það sem var bara í gangi hérna á árunum fyrir 1970 bara svipað og eitt af þessum árum þarna fórust tæplega 90 manns í sjóslysum. Það var ekkert sem í fyrra og eru búin að vera 3 eða 4 frá aldamótum þar sem enginn hefur farist í sjóslysum
en það sem fórust fleiri í sjóslysum á þessum árum heldur en í raun og veru allir sem fórust á snjóflóða árunum 95, þannig að þetta eru verulega stórar tölur sem við erum með þarna. Nú, tjónin sem við vorum með í fyrra var rétt tæplega 2,1 milljarður. Það er að þetta er svona cirka 93% af meðaltalinu sem er 2250 milljónir og stærstu árin okkar þarna ísfélags árið í Vestmannaeyjum, þá sjáum við að það er rúmlega tvissunum meira heldur en meðalárið og eins var árið 89 þegar að Gúmmíunustofan og Krossanesverksmiðjan fóru, að þá sjáum við hvað sveiflurnar eru í raun og veru miklar og besta árið sem að tryggingafélögin horfa alltaf á með rómantískum lampa í augunum, það er árið 81, þá er það bara 44% af meðaltalinu. En við sjáum kannski ekki síður á þessari mynd í raun og hvað verðmætið á húsunum vex mikið. Öll þessi, eða langflest af þessum árum sem eru langt undir þessum stóru, undir meðaltalinu, þetta er árin áður en að tölvurnar fóru að koma. Eftir að tölvurnar fóru að koma inn þá sjáum við hvað tjónin hafa vaxið. Verðmæti bara á fermetri í þessum húsum er orðið allt annað í dag heldur en var 1981. Það er til þess ekkert einasta dæmi að Flatskjár hafi brunnið 81 á tölva. En öll þessi, og ég verið að reyna að skoða það í tölvuna frá tryggingafélögunum, það er farið að koma svona töluvert mikið af brunum út frá alls konar svona hleðsludóti. Og eins sér maður það bara í blöðunum hvað það er mikið. En árið sem í fyrra aðeins tæpu milljarði minna heldur en 2016 og þannig að sem betur var þetta í rétt átt, en við sjáum sem hvað í raun og veru með vaxandi góðæri, hvað við erum fann að fá meira af tjónu núna alveg síðustu árin. En sem fjöldi þessara tjóna sem tryggingafélögin gefa upp sem við erum með, að þeim fer svona fækkandi og það komi alltaf svona toppar. Einn toppur þarna er toppur sem kom út af fönn. Þar áttu allir inni pínu jakkafötin sína og díorkjólana þegar með frétta hefði brunnið fatarhreinsum. Og það sagði einn það má náttúrulega ekki hafa neitt eftir tryggingamönnum, þannig að við skulum segja að það hafi verið einhver annar sem sagði mér það, að það hefði verið ótrúlega margir sem gerðu fyrirspurnir hvort að ef maður væri með þessa heimilistrygging og væri með Dolce & Gabbana jakkafötin sín í fatarhreinsun sem brynni, hvort það væri trygging fatarhreinsunarinnar eða manns eigin heimilistrygging sem bætti það. Og sama var með díorkjólana. En við sjáum svo hérna að meðal tjónin